Frábært að fá þig heimsókn og þú lítur rosalega vel út. Við erum sérst byrjuð? Ok. Þú ætlaði ekki verið upp á nýtt? Nei, byrjuð þar. Þakka fyrir Sölvi mín, kærlega. Þú lítur líka mjög vel út. Þakka fyrir. Ég var að skoða því þú ert náttúrulega búin að fara í gegnum rosa margt í gegnum tíðina að vera þekkt í þessu samfélagi, gjaldþrot, alls konar hluti. Þegar ég var að undirbúa þáttinn að vera að sjá gamla myndir að þér. Það eins og það hefur yngst alveg mjög mikið. Takk fyrir. Og það er náttúrulega bara, held ég komið líka með, það kemur allt með hvernig manni líður andlega. Og þú kannski, já, ég er eiginlega bara sammálaðir þegar ég var rúmlega, kannski fyrir 20 árum síðan, ég held að ég hef lítið út fyrir að vera eldri en ég ger í dag. Og það er náttúrulega allskinn sem að spilað inn í og náttúrulega stressi líka einn þáttur sem að gera mann ekki gott. En takk fyrir, ég vinn líka, ég hlúi mjög vel að sjálfur mér. Það sést. Já, takk. Og mér langaði við ætluðum að tala svolítið mikið um heilsu. Ok. Og mér langaði þetta sem þú segir með andlega heilsan, því ég hef svo mikið, þegar ég hef verið að taka fólki heilsuprógram og svona, þá sé ég að fólk er svo upptekið að ég þarf að losna við kíló og ég þarf að fara að taka á því í ræktinu. Ég byrja alltaf strax að skoða hvað ertu með of mikla streitu, ertu að sofa of lítið, þá er líklegt að hormónakerfið sé ekki að vinna með þér og þá ertu í þessu, þú veist, það er einhvern veginn, þessu forsi, þú ert alltaf að rembast og það er ekki, svo ég sletti, sustainable. Nei. Þannig það er ekki vænlegt til árangurs. Það er ekki vænlegt til árangurs, nákvæmlega, en ég meina með þína reynslu í þessu, upplifir það ekki að um leið og taugakerfi kemst á betri stað og það verður meiri ró í kerfinu, meiri velíðan, þá er auðveldara að taka réttar ákvarðanir og þá smátt og smátt byrjar þetta að koma. Jú, en veistu það svolítið, þetta byrjar allt hérna. Þetta byrjar allt með hugarfarinu og hugsununum okkar og það er það náttúrulega sem ég er að kenna sem lífsþjálfi. Og það er líka bara eins og þú veist að segja breytingurinn sem hún sér það á mér. Það er það sem ég er búin að vera að gera vísvitandi og meðvitað mjög djúpa hugsanavinnu bara með sjálfa mig og þetta er það sem ég kenni. Af því að allt sem við sköpum í líf okkar, það náttúrulega byrjar allt með hugsun. Og svo líka þegar við erum að gera þetta eins og við varst að tala sem ég sagði er ekki vanlegt til árangurs, bara að bretta upp ermar og fara á stað og bara fara bara alltaf í hafa búið að kenna okkur svo lengi að til þess að gera breytingar þá er það einmitt bara, taka á því bretta upp ermar og bara fara að gera og það sé bara alltaf athafnirnar okkar. Það sem að ég kenni er að sjálfsmynd okkar hugur okkar, hann leitar alltaf tilbaka í sjálfsmynd sína. Þannig að við getum farið á stað og reynt að gera eitthvað. En ef að sjálfsmynd okkar er til dæmis, tölum bara þyngdartap, ef þú veist að fara á fullt að ætla að losa þig til dæmis við 15 kíló, en sjálfsmyndiðin er sjálfsmynd mannesku sem að hreyfir sig ekki og er í yfirþyngd, þá ferðu alltaf tilbaka aftur þangað. Því sem að hugurðinn trúir sig. Þannig við þurfum alltaf að byrja á því að vinna með sjálfsmynd okkar, að uppfæra sjálfsmyndina til þess að geta gert langtíma breytingar og það gerum við allt með svona hugsanavinnu. Af því annars erum við alltaf bara að ströggla við, til dæmis bara höldum áfram með þyngdartapið. Þú nærði einhverju af þér í einhver tíma og svo bætur alltaf aftur öll á þig, það er að því að þú ert ekki búin að uppfæra sjálfsmyndina. Þannig að það er í raun og veru grunnvinnan sem að við þurfum að gera og grunnvinnan sem ég er búin að gera á sjálfur mig líka og þetta er það sem ég kenni konunum mínum. Og þetta er dálítið öðruvísi held ég en við erum vön og það sem við höfum heyrt fram til þess að það er alltaf bara að fara að gera en ég segi nei, við þurfum að byrja á því að hugsa, við þurfum að byrja á því að uppfæra hugsanir okkar. Þetta er áhugavert þegar þú ert að segja. Hversu flókið er það? Að því eitt er að þú settist niður og segir, ég veit, bara ég er ekki nógu miklu, ég er alltaf að sletta, abundance. Auðvít. Hvað sagðirðu? Auðvít. Auðvít, frábært orð. Já. Ég er ekki nógu miklu auðvít þegar kemur að fjármálum. Ég er með einhverja takmarkaða trú þegar kemur að útliti eða þyngd eða einhverju. Og þú veist, þú þarft að breyta þessu. En þetta eru kannski skilyrðingar sem hafa verið með þér frá því að barn. Þannig að fara inn í svona hugsanavinnu.
sko, hvað lykillinn að því að ná að endur forrita sig, af því það stundum talsvert meira en að segja það, sko. Já, einmitt. Það náttúrulega bara að byrja bara á skuldbindingu, að byrja á að skuldbinda sig sjálfum sér og sína, bara að temja sér að vera staðfestur og vera með búa yfir seglu, standa við það sem þú segir við þig að þú ætlir að gera eða vera. Ég til dæmis kenni konunum mínu byrjuði á morgnana að setjast inn niður með dagbók og byrja að skrifa og sjáið aðeins hvað að gerast í huganum á ykkur og líka það að tvö mikilvægustu orðin sem þú segir eru orðin ég er, af því að allt sem að kemur eftir ég er, það segir þeir hver sjálfsmyndin er. Eða ég er löt, ég er óheppin, ég er svo feit, ég er svo ljót, ég kann ekki fara með peninga. Þá ertu alltaf að endur, þú ert bara minna þig alltaf á þetta og þá heilin virkar bara þannig að þá fer hann á fullt að staðfesta að þetta sé rétt hugsun. Þannig við þurfum alltaf að fara tilbaka og byrja að skoða einmitt með hugsanir. Er þessi hugsun, er hún að þjóna mér? Er þetta hugsun sem ég langar að halda áfram að hugsa? Að við höfum svo oft einmitt eitthvað skilyrðingar úr æsku. Kannski erum við búin að burðast með einhverja hugsun okkur sem einhver annar sagði við okkur kannski fyrir 20 árum síðan og við erum búin að hugsa hugsunum svo oft sem að hugsanir eru bara setningar í hausnum á okkur og hugsanir þær verða að trú ef við hugsaðum það nógu oft. Þannig að skoða býtu trúi ég þessu, er þetta hugsun sem er að þjóna mér, langa mig að hugsa hann aftur, af því að góðu fréttirnar er að við höfum fullt leyfi til að skipta út hugsunum og trúa hverju sem er. Einmitt, það kom til mér sko þegar þú talar um að gera skuldbindingu við sjálfa sig. Að þá við búum í samfélagi þar sem að, ég meina, það er gífurleg streita, gríðarlegur hraði og það sem kom til mér núna áðan að hefur lesið bókina 7 Habits of Highly Effective People. Já, fyrir lengur síðan. Það sem hann er með kassana 4 og talar hann sem sagt important, not important, sem sagt mikilvægt eða ekki mikilvægt og urgent, not urgent. Hvað er aftur urgent á íslensku það? Áríðandi. Og við erum langflest sko, ef það er eitthvað ekki mikilvægt og ekki áríðandi, þá náttúrulega bregum við ekkert að vera að gera það. En við erum flest alla daga á to-do-listanum með eitthvað sem er áríðandi en ekki mikilvægt. Kassin sem við vinnum eiginlega aldrei í er mikilvægt en ekki áríðandi og það er þetta með hvenær ætla ég að taka skref tilbaka úr hraðanum og keyrslunni og segja, heyrðu, nú ætla ég að gefa mér rými til þess að skipuleggja hvert ég er að fara. Og það er held ég bara það sem þú getur byrjað að endur forrita. Þegar þú heldur áfram í streitun og hraðanum þá bara er hraðin of mikil til þess að endurforritunum geta á því stað. Já, af því að þetta er alveg rétt sem þú segja, að við þurfum alltaf að vera búin að ákveða hvaða niðurstöðu við viljum fá út úr þessu, eða bara, þegar við erum að setja okkur markmið, eða bara hvað sem er, hver er niðurstaðan og svo getum við farið tilbaka og unnið úr því, en við þurfum alltaf að byrja á að vinna með hugsunin okkar, af því að það eru hugsanir okkar sem að framkalla tilfinningar okkar og svo eru tilfinningarnar, hvernig okkur líður. Þær eru drifkrafturinn á bakvið allt sem við gerum og líka það sem við gerum ekki og þaðan kemur svo niðurstaðan. Einmitt. Þannig virkar þetta, með allt í lífinu. En hvað með þá eitthvað sem ég á tímabili fóra tilinga mig svolítið mikið, sem er að gera hlutina alveg sama hvernig mér líður? Já, ég mæli ekki með því. Mæli ekki með því. Ég komst að því bara, þá er ég bara að tala hluti eins og að fara í kaldan pott eða, þú veist að ég vann í rosalega mörg ára eftir því að mér þyrfti að líða einhvern veginn áður en ég myndi gera eitthvað. En svo fór ég að fatta að ef ég geri hlutin, þá mun mér smám saman að byrja að líða þannig að mér langi að gera hann að því ég byrjaði á aðgerðinni. Já, en málið er að þér líður bara að því þú kaust að hugsa eitthvað áður. Þannig að þú ert að byrja að fara í hugsunina. Hárrétt. Og þannig að þú getur verið með skipt út hugsun að það sé hræðilegt að fara í kalda pottin, skipti til dæmis yfir ég veit að þetta mun gera mig svo gott þegar ég fyrir kalda pottina eftir. Þá líður öðruvísi í staðan fyrir þetta sé hræðilegt. Og eins og ég sagði áðan,
það semst bensinnið. Ferði í kalda sturtu eða kaldan böð eldsnefn á mótnuna. Þetta aldrei, þú veist, það alveg sem hvað ég er búin að gera þetta oft. Það alveg sem hvað ég veit þetta gott fyrir mig. Shit, var ég þetta einu svona enn. Já. En þetta náttúrulega bara 2 mínútur eða eitthvað. Og kuldin kannski íktast að dæmið, af því að það náttúrulega svo, þú ert að stíga inn í sársauka. En ég alveg sammálaður ef við erum komin að því að æfa, hreyfa sig, borða holt, þá náttúrulega ekki gott ef maður þarf að vera í... Sko, og þetta í raun og veru bara hvaða breytingar sem ég meina, þú kannski, ég hef ekki mikla reynslu af þessum köldu böðum. Ég reyndar æfi mig að fara í kalda sturtu, en ég næ því nú ekki mjög lengi. Okay. Þannig að ég þarf að fá smá tips frá þér þar. En þetta hefur í raun og veru með allt að gera í lífinu, þetta heitir hugsa, líða, gera, þetta það sem ég kenni og þetta hefur til dæmis líka ekki bara með allt sem þú vilt gera, þetta líka eins og bara varandi sambönd og samskipti, að við erum oft búin að vera í samskiptum við fólk og ég kenni konunum mínu það, við kallum þetta verkfæri handbókina, það þegar við erum búin að vera að burðast með einhverja handbóki gegnum lífið, varðandi fólkið í lífi okkar, svona ósýnilega handbók sem bara til í haustum á okkur, hvernig annað fólk á að haga sér, hvað á að segja, hvernig á að haga sér, svo okkur getur liðið betur, en það svo gott þegar við lærum, fólk má bara segja og gera það sem þeim vill og á milli þess sem einhver haga sér á einhvern hátt og hvernig okkur líður, þá alltaf hugsunin okkar. Þannig að hvað ætla ég að kjósa að hugsa ef að Sölvi segir eitthvað við mig og eftir sem að ég ekki sátt við. Þannig að það alltaf þar, valdið okkar í hugsunum okkar. En þetta mitt að ég held að innstinni, að ég vil trúa því, þá vitum við flest öllum mitt að þetta sem þú ert að segja. En síðan kemur þessi, það náttúrulega ástæða fyrir því að það eru mjög fáir á þeim stað að þeir bara stýri huganum sínum og hugsunum algjörlega nema einhverjir senmunkar. Já. Þannig að eitt að ég veit bara, ég verð að breyta hugsunum, en hvernig ger ég það? Þetta bara æfing. Þú er bara að æfa þig. Og ég var til dæmis sjálf bara áður en ég fór að læra þessi fræði, þá var ég oft bara kannski dagar og vikur og kannski mánuðir hjá mér bara hálf ónýtir af því að einhver sagði eitthvað eða gerði eitthvað og mér leið svo illa og ég trúði því, ég tók því bara sem staðreind af því að einhver annar sagði eitthvað mig og ég meina bara eins og við þekkjum bæði allskinn sem búið að skrifa okkur og í fjölmiðlum. Það svo gott þegar maður átt að segja á því, fólk má bara segja eða skrifa það sem það vill mig án þess að ég kjósi að trúa því, án þess að ég taki því sem staðreind. Ég get alltaf kosið að hugsa eitthvað allt annað mig en viðkomandi. Lítur á það núna þegar þú horfir tilbaka og þú ert á góðum stað sem svakalegan skóla, því þú segir ég hef ekki verið jafn lengi jafn þekktur og þú, en ég þekki þetta að vera bara mjög þekktur í þessu landi og þetta skóli sem fæstir fá ekki og það með þegar maður eitthvað að barma sér að hugsa þetta, maður hugsa svona bara hefði ég vilja lifa bara lífið þar sem ég hefði aldrei verið í sviðsljósinu, en það í þessum skól, þú færð innsýn inn í mannlegt eðli, þú færð innsýn inn í að horfa á þitt eigi fórnalamb, þú færð alls konar, þetta eru mörg háskólanám, Mjög mörg og oft á tíðum bæði örugglega þú og ég höfum við ekki vilja vera í þeim sporum að vera þjóðþekkta manneskjur. Ég held ég þóri alveg að segja það fyrir okkur bæði, en jú, auðvitað þetta búið að vera mikil skóli, ég meina ég náttúrulega búin að vera frá því að vera 18 ára, þannig að öll fullorðinsári mín og ég meina þetta bara partur af því hver við erum, þannig að ég held að ég myndi ekkit vilja hafa þetta einhvern veginn öðru sig. Nei, en lítur á það núna með miklu þakklæti, að horfa bara einmitt það sem þú ert að gera. Reynsluna, já. Ég held að það sem þú ert að gera til þess að vinna með fólki, það þú ert komið með ákveðna dýft sem mjög erfitt að pikka upp á einhverju námskeiði af því þú þurft bara að fara í gegnum þennan skóla. Já, einmitt. Það reynslan einmitt sem við bæði. Það reynslan sem vegur svo þungt og ég veit alveg eins og konurnar sem eru hjá mér í prógraminu, þær treysta á mig ekki bara því ég menntaði lífsþjálfi líka út af reynslunum minni
og þannig að það pottþétt, það vegur þungt líka og eitt af því til dæmis að því vorum að tala þessar breytingar, við þurfum að temja okkur að vera skuldbundin okkur sjálfum og æfa okkur á að styrkja seglun okkar og standa með okkur og ákvörðunum okkar, en svo annað sem líka gríðarlega mikilvægt og ég hefði alveg viljað að ég hefði vitað það áður, að það að taka ábyrgð á eigin lífi, taka ábyrgð á því sem að gengur vel og líka því sem að gengur ekki vel. Af því að ég hef alveg líka séð sjálfa mig sem fórnarlamb áður fyrr og kennt öðrum misfarir í mínu lífi. En þegar við gerum það, þá erum við búin að setja allt valdið frá okkur, þá valdið hjá viðkomandi að gera breytingar svo okkur geti liðið betur. Og það svo geggjað þegar við ákveðum bara, ég bara ábyrg fyrir mínu lífi, bæði því sem að gengur vel og líka því sem að gengur ekki vel. Ég ætla ekki að gefa einhverjum öðrum vald yfir mínu lífi með að segja þetta þessum að kenna eða kvarta og kveina. Nei, þetta allt undir sjálfur mér komið. Þetta náttúrulega svo frábært viðhorf og í raun og veru maður horfir inn í samfélagið og samfélögin, ekki síst kannski á Vesturlöndum, að þá finnst mér vera rosa togstreitt í gangi núna á milli fórnarlambs erkitýpunar og sjálfsábyrðar erkitýpunar sem þá bara að vera kóngurinn eða drottningin í sínu eigin lífi, af því bara ég ábyrgur fyrir því hvað þetta statt, ég ábyrgur fyrir þessu öllu. Já, einmitt. Og við búum núna í samfélagi þar sem í soldin tíma búið að vera ýta undir það að fólk sé fórnarlamb. En núna líður mér eins og það sé komin rosa þreyta í það og það mikil eftirspurn eftir sjálfsábyrgð. Já, og auðvitað eru kringumstæður í líf okkar sem að við kannski stjórnum ekki að fullu, en ábyrgðin hjá okkur alltaf hvernig við bregðumst við þeim. Og ég get bara tekið dæmi eins og bara gjaldþroti hjá mér. Ég var opaslega reið og leið mjög illa lengi og eftir það og setti ábyrgðina á aðra aðila. En þegar ég átti að mig á því býtu, ég ætla bara að taka ábyrgð á því, það gekk ekki vel, þá ætla ég líka að eigna mér allt valdið varðandi næstu skref og þegar það gengur ekki vel, það eru svona allskins verkefni sem að við förum í gegnum lífinu. Ég hef einhvern veginn kosið og að nýta mér þau sem stökkpall yfir í næsta kafla lífsmins. Þannig að reyna að snúa verkefnunum þannig að þau nýtist mér á einn eða annan hátt. En ég alveg sammála þessu sem við varst að tala áðan með samfélagið og þessa menningu sem hefur myndast en það góða við bæði það sem að vel gengur og það sem ekki gengur vel, það góða við það þegar við erum að gera þessa vinnu, það að bara ákveða að ég ábyrg sjálf fyrir mínu lífi, hvernig mér líður og hvar ég stödd, af því að bara frá þeim stað getum við gert einhverja breytingar. Akkurat. Maður hugsa líka bara fólki sem mest svona inspírerandi fólk sem að tekst af reisn á við eitthvað það sem að það bara allt sem segir bara shit, auðmikið þú. Já. Og þá verður mér oft hugsa til Eddu Heiðrúnar Backman. Já. Það veist, þegar ég sé undir restina, hún í þætti hjá Jóni Ársæli sjálfstæðu fólki og hún að tala hvað hún sé ánað með að hafa fundið áhugamál að mála með munn. Já, einmitt í mann eftir. Og maður hugsa bara, þetta svo mikið, talað bara mannlega reisn. Já, akkurat. Bara spiritið í mannlega eðlilega geta verið þarna á þessum stað. Þetta svo, þú veist, þetta fær bara alla til að hugsa hvað ég að væli við mínu, sko. Já, einmitt. Af því að það svo vondur staður að vera á að líta alltaf á sig sem fórnarlamb. Það rosalega valda lítill staður og það svo gott að spyrja sig hvert ég að fara með það, sko. Þú eru að upplifa mitt eftir gjaldsvipað eins og ég upplifa eftir atburðarásinni á mér að sko, ég ætla ekki að segja hversu oft ég hef vaknað og það bara byrja bara fórnarlamba hugsanirnar, sko. En alveg frá, ég var komin nógu langt í minni vegferð að alveg frá bara öðrum eða þriðja degi að þá var strax komin hvað lífið að reyna að segja þér. Hvað
olli því að þú ert allir... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.